Góðan daginn, gaman að sjá þessu svona mörg. Hér er ég staddur og á yfir 30 ára hluta þessari 100 ára sögu. Og hér er ég staddur kannski vegna þess að ég svaf við mig morgun snemma árið 1986 og lenti þá óvart inn í pólitík 4 ár samhliða því að starfa á fréttum og síðan sem ritstjóri, en einhvern veginn hafa blöð og blaðaútgáfa fylgt mér ansi lengi. Afi, Eymundur á Seyðisfirði, hann var hérna á vinstri kantinum í pólitíkinni, verkalýðsforingi og lét sér hag alþýðunnar varða. Einhvern tímann þegar ég og bróður minn Sævar, sem var 1,5 ára yngri, við vorum að byrja út þjóðvílarn á Seyðisfirði. Og hann var í neti sem var við, hérna, svona innkaupaneti sem við þessi eldri munum eftir. Og það er gott veður þennan dag og við erum á stað þar sem við kannski þekkjum ekki alveg til. Það var bygging, svona garður og hálfunundi yfir byggð. Og þetta virtist vera bara sandgrifja og við náttúrulega förum að vitast það hvort okkar getur stökk í lengra. Hann var þrekari og stökk á undan, en það var ekki að sögum að styrja, þetta var ekki sandgrifja, þetta var vískugrifja. Og krakkinn hann sökk upp fyrir hendur og var á leiðinni niður. Og það eitt sem ég samt til ráða var að kasta netinu í hann og draga hann upp sem var tómst. Fór svo með hann í nálægt hús sem þá var Elliheimilið á Seyðisfirði. Og þar vorum við teknir inn og svona reynt að finna okkur og ég fekk að hringja í mömmu. Alveg búin að vera ískaldur í þessu öllu saman. Þangað til að ég heyri mömmu og hún segi bara hvað kom fyrir honum minn? Veistu það, mamma, þjóðvílinn Rómundur. Það var skýrt með peyjan, en þjóðvílinn hann yfir. En þetta er útökur. Það sem að svona segja hérna frá svona upplifun minni af þessu starfi sem að ég hóf í byrjun júní 1986 og segi svona, byrja svona svolítið seinna. En það er ekið Austfirði í frábæru veðri. Í ljós koma margir fossar og fagrir sem vekja endalausa undrun ömmu og afastelpuna sem situr í aftursætinu, alveg upp í Vestmannaeyjum, og fylgdist með öllu sem drauga bar, ekki síst fossunum sem ekki er að finna í Vestmannaeyjum. Í spilaranum er sandplatan í Beatlunum og allt einu heyrist Long and Winding Road af Bílblötu Bítlana frá árinu 1970. Leið og lagi byrja að segja svo stutta, afi, er þetta ekki lagi sem þú syngur alltaf þegar búin að drekka brennivín? Það passaði. Ég gat ekki borðað á því því raddböndin voru stundir þaninn á 3. áfjörða glasi og Þorsteinu til lítilla gleði, en nú er langt liðin síðan þetta frábæra lag hefði fengið að njóta sín og barka þess sem hér stendur, enda skaðin ekki mikið, en stundum held ég að þú sagt með þess að heyr ekki þannig syngja Long and Winding Road. Þetta er kannski furðuleg byrjun á erindum prentverk og blaðaútgáfu í Vestmannaeyjum, en þetta lag var til þegar að Bítlarnir voru að lesast upp, sem ljósveit og höfundur Paul McCartney var á erfiðum stað í lífi sínu, en sért á ljósið eins og segir í textanum. Hann segir, the long and winding road that leads to your door. En ekkert var að þýða þetta. Will never disappear, I've seen that road before. It always leads me here, led me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here, let me know the way. Eins og ég sagði á hann, þá nenni ég ekki að þýða þennan texta, en The Long and Winding Road er eitt af þessu lögum sem línast mann, þess vegna veit ég ekki texti og lag frábært, en flutningurinn á plötunni alls ekki til að hrópa húrra fyrir. En eins skrítið og það lýsir hann blaðamennsku starfinu nokkuð vel.
Blaðamennska er einstakt starf og því fylgir mikil ábyrgð en ekkert merkilegra en hvað annað starf. Ég hef oft líkt því við vegavinnu og vandinn sá að þú sérð aldrei veginn á undan. Og þess vegna kom þessi samlíking við þetta dásamlega lag Bítlana. The long and winding road that leads to your door, segir Paul í byrjun sem gæti átt við samskipti mín við lesendur rétt á síðar eiginlega. Það stekkur engin fullskapað inn í starf blaðamanns og ritstjóra og einhvern sáttu verður að nást við samfélagi sem unnið er í. Ég get ekki talað fyrir hönd lesenda í þetta, en nú þegar kemur að leiðalokum hjá mér ég bara nokkuð sáttur og segi eins og Paul: Þið leidduð mig heim að dyrum og þessar blóð sem við höfum gengið saman og varðveitt á síðum blaðsins. Síðan kemur the wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day. Nú ekki akkurat það sem að Hermann Einarsson benti mér ekkert á, það gerir ekki og maður hefði að halda ræðu, verður þá til að veifa þessum stóru höndum og ég held að það sé alveg rétt, en nú hendur áfram. Það var ekki heldur, já það var ekki létt verk, já og sem sagt, og eins og ég segi þetta við gengið upp og niður og beigjurnar hafa verið margar. Það var ekki til dæmis létt verk að stýra blaði Vestmannaeyjum þegar leiðin lá niður á við hér eftir 1990 og fram yfir aldamótin síðustu. Fólkinu þakkaði fyrirtæki Hurfu fasteignavörð var í lágmarki, þá urðu til sár sem að sum eru ekki gróin og viðhótt skömmu fyrir neikvæðar fréttir. En oft var það þannig að reynt var að draga upp allt það jákvæða í samfélaginu, en svo kom að hinum almennu fréttum og þá var ekki oft fína drætti að ræða því miður. Já, það stundum Gustaf blaðið og ritstjóran og það var ekki skemmtilegt að flytja fréttir sem veist að særa marga. Fréttir af fólkinu sem að lenda yfir í ógæfu eða orðið fyrir slysum. Sumt sker inn að hjartarótum og sumt hefði betur verið ósagt. Þegar mikið lá við var leitað álitsannara sem alltaf reyndist við. Einu sinni var Páley, nú lögreglustjóri fyrir valinu, og ráðlagði hún mér heilt sem var til þess að ég gerði ekki mín stærstu mistök á ferli sem blaðamaður. Tárin og sársaukin í því tilfelli voru þegar til staðar og ekki á bæri. Eitt sinn þegar að mikið gekk á og ritstjóranum fannst hann standa einn og gegn flestum hringdi Óskar á hófir í mig og bað mig að hitta sig sem ég gerði. Þetta bara stund sem ég gleymdi aldrei í lífinu. Erindi var að koma fram á framfæri fullum stuðningi við það sem ég var að gera og hvatningu til að halda áfram. Eins og ég segi, eitthvað sem gleymist aldrei. Svo heldur Paul áfram: While he is standing here, let me know the way, eru lokaorðin í fyrstu vísu hjá Paul, sem ákall að vera ekki skilin eftir einn og vegarlaus. Á þeim tímapunkti leið mér nákvæmlega svona í starfi ritstjóra en gafst ekki upp og ekki heldur lesendur á mér. Þess vegna stend ég hér ásamt því góða fólki sem starfað hefur með mér á fréttum sem eru nokkuð stór hluti af útgáfu Fréttasögu Vestmannaeyja eða rúm 30 ár af þeim 100. Enginn hefur komið frá sér fleiri blaðsíðum en þessi hópur sem að Gísli Valtýsson fór lengstum fyrir. Í 30 ár eyddi Gísli meiri tíma með hvor öðrum heldur með konum. Og ekki vorum alltaf sammála en rifust þó aldrei. Hann hafði mikið metnað fyrir fréttir og fyrirtækir og sagði aldrei orð þegar ég fór upp til hans og sagði: Heyrðu, nú að stakka blaðið. Já, allt í lagi, sagði hann, að það bitnaði ekki á neinum eins mikið eins og honum, því að hann gat kostað það að hann var ekki að vinna til 10 kvöldi, heldur kannski til klukkan 1. Svo hérna, já eins og ég segi, samband okkar var náið og eitt dæmum það til dæmis þegar að hlýna grillin okkar Þorsteinn fauk úr fótarnum. Það var norðvestan rók og ekki nóg vel bundið og hvað haldið þið að klíminn hafi lent? Hún fór ekki að blekkja Gísla. Nei, hún fór inn í skoti í skífinu sem hann búinn að byggja fyrir framan hérna.
útidyrnar og þar bara beina eftir eina. Og hérna, en svona skondnar sögur úr Andvíkinu. Það eitt sem að ég hef aldrei sagt frá. Ég sagði reyndar í góðum hópum daginn. Það var fyrsta sumarið mitt þegar það var sumar 86, þá kom fyrrverandi uppáhaldsljósin mín til Vestmannaeyja í heimsókn. Og þá voru við Sjaldós. Og hver mann ekki eftir við Sjaldós og Fridricia. Nú, þegar að bílarnir komu og urðu að þá vorkenndi ég alltaf Sjaldós að þeir skyldu þurfa að víkja til Heiðar. En allt í einu voru þeir hérna mættir og ég í siglingum með þeim, Marvin, gítarleikarinn, Ljúfi, gleraugun, Bruce Wells á gítarinn og Brian Bennett, tromman. Við förum í siglingu og það var ábyggilega með Óla Grens og Hjallóstöður. Og þeir voru svolítið góði með sig og svona það er kannski ekki rosalega skilning á þessum einhverjum gaur sveitamanni hérna að vera að reyna að tala við á, en þó kurteisir að hætti Breta. Ég var með fyrstu Jessica-myndavélina sem ég gekk og til ámóta og ég mynda á myndlaði. Og þetta var svona, þetta er eitt af þessum öfnablíkum sem að blaðamannastarfið gerir. Þú kemst í tæri við fólk sem að þú þekkir bara afspurn og átt ekki möguleika á að hitta annars. Nú, siglingunum lauk og ég fór heim, fór upp á blað, settum í stellingar að skrifa greinina, fer inn í myrkraherbergi, opna myndavélina, það er glemst að setja henni í greinina. Þetta var ákvæmt, en stundum þarf að gera mistök til þess að læra það. Nú, það er mikið talað Herjólf núna og það er ekki fyrsta skipti. Ég segi sko Sara Sjöfn þegar að hún er tekin við og þegar allt dettur í dúna vonandi samgöngur í Vestmannaeyjum, þá verður þá hvað kemur í staði til þess að fylla blað. En einhvern tíma þegar þessi var í smíðum, þá voru deilur pólitískar og stundum ekki mjög málefnalega og einhvern tíma fengum við fréttir af því að þetta skip hefði farið í líkanaprófum og hann hefði grafið sig talsvert niður á aftan á siglingu. Og ég er að berja saman frétt á síðustu stundu og mér bara vantaði orð í mér, eitthvað pengt orð í mér það að svona þýtti það aðeins niður aftan þegar sigli. Og orðin sem ég valdi voru stóða nánast upp á enda. Og þá var þetta minn sín. Já. Nema að Ragnar vinur minn var ekki sérlega hrifinn af þessu að hann var þá í stjórn, byggingarstjórn og hann kemur inn á blað og ég held ég aldrei séð manninn eins reiða og hann svo þessi heldir með skömmuna og ég gaf náttúrulega bara ekkert sagt því að þetta var allt satt og rétt sem hann sagði. En það sem var kannski en ég langar til að segja annarsögu, hún er að Stebbarögu. Það var mikill kraftur og orka í því þegar að við ákváðum að mæta samkeppni með því að fara í gefa 2 blöð á viku. Og það verður að segja eins og að stundum var svona, þið vitið, greinar voru tegðar og stóra fyrirsagnir og myndir bara til þess að geta gert þetta. Og einhvern tímann kom frá lögreglunni að það hefði fundist einhver, ég held að það hefði ekki náð grammi hass sem að fannst á verðbúinu vinnslustöðum.
Og þetta var tilefni 5 dálka fyrirsagnar á þriðjudagsútgáfunni, Hass í vinnslustöð. Og það var ekki liðin hálftími frá því að blaðið kom á götuna þegar Stefán Unnarsson mættur var góð til okkar og þá hófst skammaruna sem var ekki síðri heldur en það kostast. Þetta svona bara til að hafa gaman. En fréttir hafa komið nálægt mörgu hérna í Vestmannaeyjum og vonandi haft að einhverju leyti áliti góðs. Þar vil ég nefna Sumarstúlkuna sem hefur verið frá 86 og Pálmi Lór, þeir sem að muni eftir honum, það var hans hugmynd. Nú, við höfum verið með Eyjamannin, Gísli Frávíkjarnar, 1990 eitthvað svoleiðis, sem að mínu mati eða fyrir mig hefur verið svona mesta viðurkenningin á okkar starfi, hvað margir hafa verið tilbúnir til þess að mæta og taka þátt í þessari athöfn með okkur. Og kannski stendur upp úr að geta glatt menn eins og Sigurgeir okkar í Skuld ljósmyndara og Sigmund teiknara að það er svona eitt af þessum augnablikum sem maður gleymir ekki. Það er líka þegar maður lítur tilbaka hvað þetta samfélag Vestmannaeyja hefur breyst mikið. Í dag að þá, við erum ekki í nokkru vandræðum með að fylla blaði. Það er svo mikið að vera, það er til dæmis bara þessa helgi, við erum að tala hérna 3-4 viðburði sem eru tilefni til blaðaskrifa. Safnahelgin sem er nú bara ein stór menningarveisla að það hefði, hún var á 2 síðum hjá okkur í síðasta blaði en hefði alveg verið tilefni til meirumfjöldunar. Nú fréttabikkarinn þar sem að efnilegu fólki í íþróttum eru veittar yfirkenningar, hefur líka verið mjög skemmtilegt. Og þessi okkur oft hrósað fyrir öflugt blað og gott blað og ég ætla ekki að bera á móti því. En á bakvið þetta liggur mikil vinna, en þetta líka sýnishorn og sýnir mjög öflugt og kraftmikið samfélag sem Vestmannaeyjar eru og það er eitthvað sem við verðum að varðveita. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en að það var bent á því hérna áðan. Nú er Sara Sjöfn Grettisdóttir tekin við, öflug kona sem ég vona að þið eigið eftir að styðja í starfi. Kannski ekki næstu 30 ári, ég veit það ekki, en það fyrir mig bara mjög gaman að vinna undir hennar stjórn. Hún er ákveðin og veit hvað hún vill. En það var bent hérna á það áðan að það voru hérna hausar og nöfn ritstjóra sem hafa ritstjóra sem hafa styrkt þessum blöðum, þessum mörgum blöðum sem hafa komið út. En það er engin kona og ég heldur að bara klappa fyrir fyrsta kvenritstjóra Vestmannaeyja. Nú, bærinn að kynnt í gær einhver útgáfu og ég ætla ekki að tala mjög út hana en svona það kynna mér það betur. Svo ætla ég að sýna ykkur eitt svona í lokin. Það er skriftin. Einhvern tíma var ég að taka viðtal í húsi við konu og konan og dóttir hennar 5 eða 6 ára satt á móti mér og sagði: Ómar, hvað ertu að gera? Þá var ég að reyna að skrifa. Fyrir stuttu var frú Þorsteina að baka pönnukókuraflískar og vantaði uppskrift sem að viss að ég það átti. Svo þegar ég kem heim, hún sagði: Ómar, ég bara gat ekki skilja þetta. Hún fór inn á netið að lita henni.
En svo í lokin þá óska ég Söru og því unga fólki sem að taka við alls góðs og ég vil þakka Gísla og Guðbjörgu og öllu sem hafa starfað með mér fyrir frábært samstarf og ef það einhver tilfinning sem að mér efst í huga þá bara þakklæti til kannski frú Þorsteini, hún leiði mér að starfa í þessu og svo bara þakki til ykkar allra og Vestmannaeyinga fyrir að hafa gefið mér þennan séns. Takk fyrir.